Já, Þorvaldur, til hamingju með leikinn, sigurinn. Þetta var mjög gott og virkilega vel spilað og það sem kannski maður vissi að Stjörnumenn gátu og geta og það er vonandi við getum haldið áfram að halda byggja á þetta. Eitthvað sem kom þér á óvart í leik Blikana? Nei, kemur aldrei neitt á óvart. Við lítið spá í þá, við spáðum meira í okkur og ná svona sendinga getum okkar á stað aftur eins og við gerum í fyrri hálfleik og það var mjög ánægjulegt að sjá og kannski hefði viljað sjá að setja fjórða markið á seinni og klára leikinn. Fyrri hálfleikurinn var rosalegur. Hvað gerðist? Hjá okkur? Hvað gerðist? Við héldum boltanum, sendum hann á milli okkar, komum með færi og skoruðum. Það er það sem skeiði okkur. Stemningin í hópnum, hún lítur að vera alveg gríðarleg núna. Hún er náttúrulega ekkert breyst frá núna annað. Þetta er náttúrulega fara menn að tala að hökta og svona svekti kannski að hafa misst stampinn í deildinni. Óneitanlega það sem við vorum með góðri stöðu og kannski náðum ekki að ná í stig þar sem við vorum með stiginn í hendi fannst okkur. Og sem dæmi bara síðasta leik sem við spilum útileik út í Vestmanni þar sem klárlega tekið mark af okkur og hreinlega mjög svekkjandi eða svona óréttlætir á mótumennum. Man verður víst að taka því og við mist menn út af sem okkur fannst óréttlátt. Eins og við sáum í dag þá hefði hitliði kannski missa mann út af, maður veit svo sem ekki það illt að missa menn út af en það er bara svona oft dettur með manni og móti manni. Þannig að markminn alveg skýr, við erum vel inn í þessum bakka núna. Já, það er svo sem ekki breyst, hvort sem það gengur illa, það breytir svo lítið, maður verður náttúrulega að mæta næsta öfingur en undirbúið fyrir liðið og halda áfram en auðvitað er alltaf svona svekkjandi fyrir menn svona aðeins, hvað maður segja, mótvindur. En það er oft líka gaman að taka stáið mótvindinn og sjá hvort maður kemst út úr honum eða ekki. Svo er það bikarinn á móti KR næsta dag. Já, við verðum að fara að huga á honum strax og við svo sem ekkert verið að hala inn sigrana undanfarið þarna. Þetta er svolítið langt ferðalag og annað, þannig að kannski það hefur haft áhrif á okkur, þannig að kannski fyrir á stað núna. Takk.